Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þættinum hittum við tvær Suðurnesjakonur, það Sólborg Guðbrandsdóttur og Elísu Newman, en þær hafa báðar verið áberandi hvor á sínu sviði. Við förum einnig til Finnlands með starfsfólki félagsmiðstöðva á Suðurnesjum sem kynnti sér ungmennastarf þar í landi. En við hefjum leikinn með Sólborg Guðbrandsdóttur, rithöfundi, sem að gefa út sína þriðju bók sem heitir Fávitar og fjölbreytileikinn. Sólborg Guðbrandsdóttir, rithöfundur, velkomin. Takk fyrir. Það ótt að segja að þú hafi komið með miklum látum inn á bókamarkaðinn með þinni fyrstu bók sem heitir Fávitar. Og það var hvenær? Það var 2020, jólinn 2020. Já, þú ert búin að vera hverju árinu, eða þú ert að fara að koma þriðja ári í röð með bók. Já, einmitt. Og og svo komstu með aðra bók í fyrra sem var líka fávitar. Aðeins færri. Aðeins færri fávitar og aðeins breytt innihald eða öðruvísi heldur nú fyrstu bókinni. Einmitt. En og nú ertu að mæta með þriðju bókina sem heitir hvað? Fávitar og fjölbreytileikinn. Akkurat. Yes, og hún fjallar hinseginleika. Já. Og hvað tengist það málefni og þessum bókum? Sko, já, af því að þetta eiginlega allt svolítið svona kyn- og kynjafræðslu bækur. Þetta allt jafnréttismál og skrifuð svona mestu leyti fyrir unglinga, þannig að þetta helst alveg svona í hendur. Þetta allt saman partur af sömu fræðslubókarröðinni í rauninni, en kannski ólíkt innihald eða einhverju leyti, en það eiga allar eitthvað sameiginlegt líka. Segðu okkur aðeins meira bók nr. 3 hjá þér, hinseginleiki. Já, hún fjallar eins og segir hinseginleikann og þar ég að fara yfir bara, alls konar, hvað maður að segja, alls konar hliðar hinseginleikans. Ég kannski tækla hann ekki allan, en ég svona reyna á eins einfaldan máta og ég mögulega gat að fræða fólk hvað þetta þýðir allt saman og í hverju þetta felst. Í hverju það felst að vera hinsegin, fyrir vera ólíkar kynhneigðir, ólíka kynvitund. Í bókinni erum við að fara yfir reynslusögur hjá hinsegin fólki af því að vera hinsegin á Íslandi. Það eru alls konar ráðleggingar, það ráðgjafi sem að starfaði sem ráðgjafi hjá samtökunum 78 sem að fer yfir spurningar varðandi það að koma út úr skápnum. Það hugtakakafli fremst í bókinni, þar sem ég fer yfir svona orð sem að fólk gæti kannski ekki skilið, en þá getur að fara fremst í bókinni og það þetta sem þetta þýðir. Og ég held að leið að við erum búin að tryggja þessu svona grunnþekkingu samfélagsins á hinseginleikunum að þá gangi þetta betur. Af því að mín upplifun svo að fólk stundum svolítið upp á öxlum og bara, heyrðu, ég skil ekkert, ég veit ekki hvað þetta þýðir. En þá það samt sem áður líka okkar eigin ábyrgð að afla okkur þekkingarinnar, að fræða, að við fræðum hvert annað þegar við vitum betur. Hvernig hefur þú fengið þekkingu, svona mikla þekkingu á þessu? Þannig að þú treystið þig til þess að gefa út bókum þetta? Ég bara hlusta og spyr. Ég tala við sérfræðingan okkar, ég vil reyna að læra og þannig kemst maður áfram með þetta En í tengslu með þessa bók einmitt af því að ég ekki sérfræðingur í hinsegin málefnum, það fullt af hinsegin fólki sem kemur að bókinni, aðilar frá hagsmuna- og baráttusamtökum á borð við samtökin 78, Trans Ísland, Intersex Ísland, Ásar á Íslandi, lásu yfir hluta efnisins í bókinni minni og hjálpuðu mér með ákveðnar útfærslur og leiðréttingar og svoleiðis sem ég mjög þakklát fyrir, þannig að þetta alls ekki bók sem ég skrifaði ein. En hvernig hinseginleikin á Íslandi til dæmis í dag? Eru enn miklir fordómar í gangi? Já. Það eru miklir fordómar ennþá í Íslandi, þráttur að við séum komin langt með við önnur lönd. Og það kannski mitt máli að þau sem eru ekki hinsegin halda ofta við séum komin lengra heldur en raun ber vitni, af því að þegar við upplifum fordóman ekki á eigin skinni, að þá einhvern veginn komumst við svolítið bara áfram í gegnum lífi og í gegnum samfélagi, bara í okkur svona eigin búblu og þurfum í raun og vera ekkert að horfast í augu við það sem kannski aðrir eru að upplifa. En
fordómar eru einhvern veginn samfélagslegt vandamál og það er eitthvað samfélagslega ábyrgð finnst mér að reyna að horfast í augu við þetta og skilja okkur þetta og reyna þá að koma í veg fyrir að þetta haldi áfram að grassera í samfélaginu okkar. Þannig að við eigum ennþá mjög langt í land og það er alveg frekar gömul tugga finnst mér að vera alltaf, já en ég meina við erum besti í jafnrétti á Íslandi en það er bara ekki nóg að vera bestur í tossabekk sko. Þannig að við þurfum að halda áfram að reyna að fræða okkur sjálf og fræða hvert annað þegar við vitum betur og grípa inn í líka þegar við erum vitni á ofbeldi. Því að ofbeldi gegn hinsegin fólki er ekki bara eitthvað vandamál sem hinsegin fólk á þurfa að tækla. Það er búið að birtast mörg dæmi á undanförnu í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum slæma stöðu. Já, algjörlega, því miður og oft bara mjög ungi krakkar sem eru að lenda í bara viðbjóðslegum hlutum. Hinsegin fólk hefur verið að segja frá því núna að þau sé að lenda í það sé verið að gelta á þau í almenningi og litla hlutgerfingin og niðurlægingin, þetta er bara algjörlega galið og þá velti ég líka fyrir mig bara hver eru við ef við erum farin að gelta á eitthvað annað fólk og fyrir hvað? Fyrir að þau séu að vera þau sjálf, fyrir að þau elski fólk, af hverju það allt í orðið eitthvað sem við eigum að reyna að smætta eða gera lítið úr. Það sé bara miklu meira fólki sem er að þessu heldur en þau sem þau eru að gelta á. Þetta er bara algjörlega galið ástand. En gott þetta sé aftur á móti að komast upp í yfirborði, þannig að við séum meðvituð að þetta sé eiga sér stað. Og vantar þarna líka, fræðslu í skólakerfi til dæmis þetta, eða vill skólakerfi ekki ræða þetta, vill bara íta þessu frá, þetta á bara að gerast eða? Þetta á auðvitað að vera hluti bara af aðalnámskrá og hluti af aðalnámskrá að fræðum jafnréttismál og svoleiðis og ræða hinseginleika og hinsegin málefni. En þetta er ólíkt eftir skólum. Sumir skólar eru að sinna þessu mjög vel, aðrir eru ekki að sinna þessu vel. Og þetta má ekki vera eftir hendisemi skólastjórnenda eða kennara hvort þessu sé sinnt og hvernig þessu er sinnt. Þannig að já, það má bara gera miklu betur alls staðar. En auðvitað er þetta heldur ekki bara vandamál skólanna, þetta er líka á foreldrum og fullorðnu fólki. Að við grípum inn í og við leiðréttum rangfærslur og fræðum okkur sjálf. Þetta byrjar oft líka hjá foreldrum og við þurfum að pæla í því hvað erum við að segja fyrir framan börnin okkar, við börnin okkar af því að þau eru eins og svampar og þau sjúi þetta allt að sér sko og oft hluti sem við áttum okkur ekkert á því að þau séu að pæla í að það hafi heyrt. Þannig að ef við ætlum að vera fyrirmyndir og viljum að fræða unga fólki okkar þá þurfum við að byrja á því að pæla í okkur sjálfum. Svona að lokum, þú ert að detta inn í jólabókaflóð, þinn tími rithöfundana. Einmitt, ég ætla að halda útgáfupartí í fyrsta skipti. Ég ætla að halda útgáfupartí þegar ég gaf út fyrstu bókina. Þá var COVID. Ég ætla að halda útgáfupartí þegar ég gaf út bók nr. 2. Þá var COVID. Svo er COVID búið og ég gef út þætti. Þannig ég ætla heldur betur að halda útgáfupartí fyrir þættina. Nei, appelsnugul viðvörun og snjóstormur. Þannig nú ætla ég að halda partí og ég ætla að bjóða öllum, næstu öllum. Glæsilegt. Til hamingju og gangi þér vel. Takk fyrir kærlega. Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Kredit Info. Skólamatur. Tækniþjónusta SA EHF. Verkfræðistofa Suðurnesja. Vísir Grindavík. HS Veitur. Lagnir og þjónusta EHF. Hefur þið ekkert dreymt að vera með eigið hlaðvarp? Ekki tekið skrefið. Viltu taka þátt í umræðinu með okkur á Víkurfréttum? Þú til í að vinna dagskrárgerð? Taka við þátt í viku? Eða einn í mánuði? Ert þú kannski til í að ganga til liðs við okkur? Og vera með hlaðvarpsþátt? Podcast? Við erum að leggja loka hönd á nýtt stúdíó. Það sem verður aðstæða til að taka upp hlaðvarp. Ef þú hefur áhuga að taka þátt í þessu með okkur, þá endilega hafðu samband og senda okkur línu á vaff@vaff.is. Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Kredit Info. Fiskmarkaður Suðurnesja. Ice Group Æsland. Æsmar. Íslandshús. Ísver EHF.
Starfsmenn Samsuð, samtaka félagsmiðstöðva á Suðurnesjum, fóru í vikuferð til Finnlands á dögunum. Ferðin var fyrst og fremst vettvangsheimsókn þar sem hópurinn ferðaðist Pirkanma héraðið og fékk að kynnast ungmennastarfi á svæðinu. Ég ræddi við Ólaf Berg Ólafsson, starfsmann Fjörheima, ferðina. Nú eruð þið búin að vera hérna í cirka viku í Finnlandi. Hvað eruð þið búin að vera að gera? Já, margt og mikið. Við erum búin að vera í vettvangsheimsóknum hér og þar. Við erum búin að vera að fá fyrirlestra og kynningar alls kyns starfsemi og úrræði sem að Finnarnir eru með fyrir börn og ungmenni á þessuna stór Tampere svæðinu. Já, það er svona aðalega það. Bara aðeins að skoða hvað Finnarnir eru að gera gott og hvað við getum gert betur á Suðurnesjum þá sérstaklega. Og þá sérstaklega að skoða svona hvað við getum gert betur fyrir félagslega einangraða og innflytjendahópinn sem er mjög stór á Suðurnesjum með önnur svæði. En hvert er þá svona aðalmarkmið ferðarinnar? Aðalmarkmið er náttúrulega að sjá hvað við getum nýtt okkur á Suðurnesjum og hvað við getum unnið, hvar við getum unnið í meira samstarfi við þá annaðhvort önnur sveitarfélög eða aðra stofnanir innan Suðurnesja. En tilgangurinn er líka bara að hópurinn kynnist aðeins betur og við getum opnað á kannski fleiri tækifæri á að vinna saman meira í næstu nánari framtíð. En hvers vegna myndir þú þá segja að svona ferðir væru mikilvægar fyrir ykkur sem starfsmenn? Ferðir skipta gríðarlega miklu máli og þessi ferð er náttúrulega, við sóttum sjálf fyrir ferðinni á vegum Erasmus og heilmikil lærdómsferli í því að sækja svona stór verkefni hjá Erasmus en líka bara að sjá hvað aðrir að gera. Við erum ekki eyland Ísland og það er margt mikilvægt í gangi annars staðar í Evrópu. Og bara mjög mikilvægt að við sjáum það betur. En núna eru þið náttúrulega búin að fara í svolítið margar vettvangsheimsóknir. Já. Hver er helsti munurinn á starfinu hér og heima að þínu mati? Ég held að helsti munurinn er að Finnarnir taka þessu mun alvarlegra. Finnska samfélagið tekur félagsmiðstöðvar mjög alvarlega. Og þetta er mjög mikilvægt og mjög inngróið í hvernig samfélagið virkar. Á meðan að ég held að íslenski almenningurinn er ekki ennþá búinn að kveikja á hversu mikilvæg þessi starfsemi er fyrir börn og ungmenni og það er eitthvað sem við þurfum að vera betri í að láta heyra í okkur og láta fólk vita hvað þetta er mikilvægt. Að þetta skiptir rosa miklu máli og þetta er í rauninni fyrsta skrefið hjá Finnlandi og finnskum stofnunum er að heyra á félagsmiðstöðvarstarfsemi og þessa pedagógíu sem við erum að vinna eftir á Íslandi líka. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt. Og gríðarlega mikið að tækifærum í boði fyrir okkur. Takk fyrir þetta og skemmtið ykkur. Já, takk. Já, Ólafur segir helsta munin á félagsmiðstöðvarstarfinu í Finnlandi og á Íslandi vera hversu alvarlega finnska samfélagið tekur starfinu. En hvað segir þau Ellen og Elmar það? Það er alveg frekar mikil munur, sko. Já, mér sérstaklega sem ég tók eftir er að munurinn á 16 plus hjá þeim. Það er miklu meira í gangi fyrir 16 til 29 ára. Hjá okkur er 16-25 og bara starfsemin er mjög góð hjá þeim. Þeir eru mjög mikið að reyna að koma fólki inn í vinnumarkað eða skóla eða hvað er. Það er aldrei svo mikið utanum krakka sem að detta upp skóla og er ekki með vinnu og svoleiðis. Þeir bara reka eiginlega pínu eftir því að þau gera eitthvað. Þannig að hópa heima á sér. Eins og þetta Outreach Youth Program. Það sem að það er, þau hafa samband við alla krakka sem að detta úr skóla eða hætti vinnu eða eru ekki í neinum kerfum. Þá er fundið þessa krakka eða gert þeirra besta að finna þessa krakka og koma hennar stað. Halda þeim á götunni í rauninni kannski svolítið. Já, einmitt. Og er þetta eitthvað sem að þið sjáu fyrir ykkur að gæti gengið á Suðurnesjum? Já, alveg klárlega. Ég held að nú þegar í skólunum kannski er, ég veit ekki, það er kannski öðruvísi prógram bara á Íslandi, hvernig þetta er gert. En jú, alveg klárlega, það mætti alveg vera miklu meira í gangi fyrir 16-25 eða 16-29 eins og þetta í Finnlandi. Bæði að svona og líka bara félagslegu, eins og félagsmiðstöðvar eru í rauninni, sko. Það er ekki mikið þegar úr orðin 18 sem eru í boði af svona félagsstörfum og svoleiðis. Er eitthvað sem að stendur upp úr? Hvað var skemmtilegast af öllum þessum heimsóknum sem þið fóruð í? Ég myndi að segja þarna 5 hæða félagsmiðstöðin. Já. Það var bara ógeðslega mikið í boði fyrir krakkana. Ég fannst það sem voru að gera í Martinen mjög áhugavert. Svona þessar skólabúðirinn eða svona, ekki skólabúður, hvað náttúrulega kalla það? Svona félagsmiðstöðvar bara
Já, svona eins og sumarbúðir eða... Já, það var sumarbúðir. Yes. Já, mér finnst það eiginlega svona mest spennandi. En hvað gerði þessi ferð svona fyrir hópinn í heild sinni? Bara, núna eru starfsmenn úr öllum félagsmiðstöðunum á Suðurnesjum, hérna saman komin. Já, opnaði svolítið augun bara fyrir hvað það er mikið sem hægt að gera. Og sama hvort það er lítil félagsmiðstöð eða svona stórt dæmi eins og hér. Það er þetta að nota þetta allt saman. Bara opnaði svolítið, stækkaði svolítið hugann fyrir nýjum möguleikum og eitthvað. Já, og líka bara að kynnast hinum starfsmönnunum. Já, fyrir utan það. Þú veist, eins og Elena. Við þekktust ekki fyrir þetta. Það er bara búin að góða vinn. Já. Hópurinn sótti styrk hjá Erasmus Plus fyrir ferðinni, en það er ekki gefið að allir viti hvað Erasmus er. Því settist ég niður með manni að nafni Andi til að fá því svarað. Well, Erasmus is a European Commission funded. Það má segja að Erasmus sé styrkjaáætlun Evrópusambandsins fyrir mennta, æskulýðs og íþróttamál. Þessi styrkir gefa hópum og einstaklingum tækifæri og vettvang fyrir hreyfanleika og veitir fjármagn fyrir verkefnum innan Evrópu. Það er margt í boði. Erasmus styrkir menntun að ýmsum toga, en það vita ekki margir að Erasmus veitir líka styrki fyrir störfum með ungmennum víðsvegar heiminn. Nú starfar þú með ungmennum og hópurinn sem er hér í Finnlandi gerir það líka. Hvers vegna finnst þér svona ferðir líkt á þessi mikilvægar? Ég segi alltaf að besta leiðin til þess að læra er að setja fólk saman í rútu og láta það ferðast saman. Með því deila þau upplifunum og fara saman í ákveðna vegferð. Þegar það er svo tekið að annað stig með ferð til útlanda, þá upplifir hópurinn saman nýja hluti á faglegu sviði frá nýjum sjónarhornum og það gefur hópnum ákveðið umhugsunarefni og samhliða því verður til svigrúm fyrir lærdóm meðal þeirra sem taka þátt í verkefninu. Ég hef komist að því að það er ekki til betri leið til að víkka sjóndeildarhring fólks og með verkefnum eins og þessu vonumst við alltaf til þess að þetta geri gagn og skili sér í ungmennastarfið með auknum tækifærum fyrir ungmennin. Eitt af þeim tækifærum gæti verið samstarfsverkefni milli félagsmiðstöðva þar sem hægt er að fara í ungmennaskipti eða jafnvel sjálfboðaliða starf milli landa þar sem einstaklingar frá Íslandi kæmu til Finnlands og svo öfugt. Það hefur margsannað sig að svona heimsóknir eru besta leiðin til þess að læra nýja hluti, bæði á einstaklingsviði og sem hópur. Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Credit Info. Grjótgarðar EHF, Bragi Guðmundsson, byggingaverktaki, Fiskverkun Ásbergs, Rafholt EHF, Royal Iceland. Frá ungmennastarfi yfir í tónlist en Telma Hrund okkar hitti Elísu Newman tónlistarkonu en hún var að gefa út nýja plötu. Við erum hér með tónlistarkonuna Elísu Newman en hún hefur komið víða við í tónlistarbransanum. Elísa gaf út lag á dögunum sem ber heitið Ósýnileg og er lagið af væntanlegri plötu hennar Wonder Days. Sæl Elísa. Hæ. Ef við byrjum bara á byrjunni, hvar kviknaði þessi áhugi þinn á tónlist? Vá, það var að fara alveg langt aftur í aldir hérna. Ég veit ekki, það er bara alltaf mikið tónlist heimi á mér þegar ég var krakki. Ég var í tónlistanámi, elskaði því ég fór í flautu, allir hata flautu, ég var bara eitthvað flauta. Fannst þetta bara æðislegt alltaf og ég bara nota tónlist einhvern veginn til að tjá mig og því ég var svona frekar feimibarn. En í tónlistinni gat ég alltaf fundið svona einhverja leiði til þess að, já, opna mig. Sem svo þróaðist og ennþá meira þegar ég var eldri og var unglingur og stofnaði hljómsveit og fór að semja lög. Þá tókum maður þetta á svona annað level. Þannig að ég veit ekki, það er bara eitthvað. Tónlist hefur bara alltaf talað rosa til mín, bara frá því ég bara man eftir mér. Þannig að ég get ekki ímyndað mér heiminn öðruvísum en fullan á tónlist. En þú hefur náttúrulega komið víða við í tónlistinni og meðal annars með Kolrasa krókríðandi og sem síðar var Bellatrix. Hvað stendur svona helst upp úr þegar þú lítur tilbaka? Það er náttúrulega ýmislegt maður hefur grúskað í gegnum árin. Það var náttúrulega rosalega gaman að vinna músíktilraunir á sínum tíma þegar við vorum að koma fram fyrst og það svona hent okkur svolítið í svona
spotlightið og gerði okkur svona frægar á einni nóttu, alræmdar og frægar. Þannig að það stendur upp úr svona snemma og svo seinna kannski að fá að spila á mörgum stórum hátíðum, tónlistarhátíðum, spila með Coldplay, sem voru reyndar ekkert frægir þá, en alls konar frægu fólki, spila með Ed Sheeran og Blur og alls konar. Það bara gaman að hafa fengið að svona, snerta á ýmsum flötum og í tónlist og líka bara gaman að vera ennþá að maður hafi ennþá þessa löngun til þess að skapa. Þannig að ég veit ekki hvað maður á að velja. Það alls konar hápunktar sem hægt að finna, en svona í kjarnan hápunkturinn bara í rauninni að hafa ennþá eitthvað svona einlægni til þess að vilja vera búa til tónlist og hafa gaman að henni Og þú ert alveg ennþá þú varst að gefa út lag fyrir stuttu. Segðu mér aðeins frá því. Já, þetta lag svona eitt af þessum lögum sem kom bara til mín einhvern veginn. Ekki oft, en stundum gerist það. Og það bara eitthvað svona, maður að hugsa eitthvað málefni og þetta sinn var ég að hugsa MeToo-byltinguna og allt sem var að koma fram og velta svona fyrir mig hvernig þetta endur varpaðist á mig sem tónlistamann og þeim tíma sem ég kem úr, hvernig hlutin að breytast og eitthvað. Þetta var alls konar svona í gangi og þá einhvern veginn samdi ég þetta lag. Svona sem kona yfir fertugt að ennþá að skapa, ennþá að gera hluti, að maður sé ekki settur einhvern veginn út í sviga, sko. Og mér fannst þetta einhvern veginn, það var svona mín leið til þess að koma þessum skilabóðum til skila að við eigum öll rétt að vera hérna og við eigum öll að hafa pláss, ungar konur, eldri konur, við eigum allar að skapa og þannig kom lagið til mín og einhvern veginn bara all út úr mér, góð markasetning. Þannig að það einhvern veginn kom og þá ég segi, annarkvort þetta hræðilegt lag eða rosalega flott lag. Þannig að ég bara ákvað út af því lagið segir mér að taka pláss og gera, standa með því sem maður gerir. Ákvað ég bara að láta það standa eins og það og ég er bara mjög ánægð með það. Lagið Ósýnileg verður einnig á nýrri breiðskífu sem kemur út 28. október. Við hverjum á fólk búast á þeirri plötu? Já, það má bara búast við alveg rosalega skemmtilegri tónlist. Þetta eru 12 frumsamin lög og þetta í rauninni bara svona ótrúlega einlæg plata, myndi ég segja það. Ekki væmið, heldur einlægt. Þetta algjörlega bara spilin lög á borðið eins og þau eru og ég er mjög ánægð með hana. Ég held að sé svona eins sönn og ég get komist nálægt. Ég tek hann upp og er að vinna hann eftir mjög erfið veikindi og ég á einhvern veginn ekkert inni í bankanum í orku eða neitt og ég bara eitthvað svona, kemur eitthvað og þá einhvern veginn kemur þessi tónlist og einhvern veginn bjargaði bara sálu minni einhvern veginn, bara svona, ég lifnaði bara við. Þannig að það er rosa mikið í þessari plötu og en á sama tíma er mér alveg eiginlega sama líka út af því ég þarf ekkert að meika það eða gera neitt, ég er bara svo glöð ég bjóða til. Þannig að hún verður bara til og ef fólk kann að meta hana þá er það bara rosa gaman. Myndirðu þá segja á þessum tímabili eða þessum tímapunkti í lífiðinu að sköpunin í rauninni númer 1, 2 og 3 og hitt bara aukaatriði? Já, ég myndi segja það. Ég er eiginlega komin aftur bara á kjarnan sem er bara gleðin við það að búa til tónlist og gleðin við það að bara geta búið til tónlist. Það er ekkert öllum gefið og ég er bara að njóta þess og vera bara ánægð með það
og einhvern veginn líka bara ekkert verið að afsaka það. Þú veist, ég má alveg gera það. Þótt sé ekki tvítug lengur. Það þýðir ekki að konur vil ekki skapa eða búa til hluti eða vera kreatív með á nótunum, sko. Þannig að ég ætla bara að standa með þessari plötu og njóta þess að hafa búið hana til og vonandi bara hefur eitthvað gaman að þessu líka. En hvað er svo framundan svona eftir útgáfuna? Það er bara heimsíður á, nei. Ég ætla bara að reyna að spila hana kannski, sómasamlega, sjá hvort einhverju vilja koma að heyra. Já, það var eiginlega einu sem ég langaði að gera, bara að spila hana og koma fram, þú veist, svo er Kolrós að koma fram líka og kannski hún að fara að spila meira líka. Og þetta er svona, það eru nokkru svona tónlistarhlutir að gerast. Þetta er fyrsta skipti sem ég er að syngja ensku líka, eða þetta er svona blandað. Þannig að það getur vel verið að ég fari eitthvað til útlanda með þetta líka, ef það er góð stemming fyrir því. Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Credit Info. KSK Eignir, Kalka sorpeyðingastöð, Lagnaþjónusta Suðurnesja, Nesraf rafverktakar, SI Raflagnir EHF. Leiðu við þakka fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta sem þið getið séð í snjalltækjunum ykkar og lesið sjálfsögðu vikulegt blað okkar sem við dreifum frítt öll Suðurnes á yfir 30 dreifingarstaði á Suðurnesjum, meðal annars í öllum verslunum samkaupa. Við erum að skrifa nýjar fréttir alla daga og birtum á Víkurfréttavefnum vaff.is og þá erum við með fréttir á kylfingi, nýjar golffréttir flesta daga vikunar. Við þykjum góðar ábendingar efni í okkar miðla og senda okkur endilega góðar hugmyndir á vaff hjá vaff.is. Við þakkum fyrir okkur, sjáumst að vikuliðinni, verið sæl.